Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það hefur sumpart verið svolítið nöturlegt að fylgjast með félagsmiðlum síðustu daga. Mér líður eins og að þingmaður Miðflokksins Snorri Másson hafi kannski náð að opna einhverjar nýjar æðar með þeim ummælum sínum að kynin séu bara 2. Snorri er jú ekki gamall forpokaður kall og upplýstur, hann er ungur og menntaður maður, hann hefur rétt á eigin skoðunum vissulega þótt þeir séu vondir, segja margir, en þeir eru ýmsir sem fordæma svona tjáningu og við erum að velta fyrir okkur áhrifum þeirra. Við heldum kannski að nú væri breyttir tímar í ljósi aukinna upplýsinga, fordómaleysins, mannréttinda, en ég hef séð á meðal minna Facebook-vina fólk hampa það sem ég kalla hatur og árásir gegn fólki í viðkvæmri stöðu sem að vera svona innblásið af ummælum Snorra. Og þótt blaðamenn sem hafa fjallað hvort þessi þingmanni sæmandi að ræða mál með hætti sem hann gerir með gaggrínum hætti, þá eru þau líka til sem að segja bara rangt hjá fjölmiðlum að gefa svona röddum vægi. Segja að það geti ýtt undir en frekari fordóma. Það eru mjög margar spurningar sem að allavega í mínu höfði og ég kann ekki svara þeim, en mér datt í huga að fá væru betur til þess fallin allavega að reyna að bregðast eitthvað við svona þessum álitefnum sem ég hef nefnt hér í inngangnum. En Arna Magnea Dangs, transkona, vertu velkomin til okkar. Já, ekki fyrsta skipti. Nei, ekki hér á rauða borðinu. Já, ég er nú yfirleitt það að vera trans er bara eitt af því sem ég er. Já. Þannig að ég hef nú aldrei verið kynnt sem Arna Magnea Dangs transkona áður. Ég er lærð leikona, áhættuleikstjóri, grunn- og framhaldsskólakennari, fyrirlesari. Ég er svona klára að leggja lokahöndina á mastersverkefni í kynjafræði. Já. Þannig að brátt get ég sagt að ég sé kynjafræðingur líka. Já, frábært. Sem eru fræði sem að þetta anti-woke fólk segir að sé náttúrulega bara, þú veist, sprottið frá djöflinum. En trans er ekki nýtt. Nei. Verið kallað alls konar nöfnum í gegnum tíðina og í gegnum bara söguna, en alveg bara til svona vöggu siðminningar í Mesopótamíu fyrir svona milli 5 og 6.000 árum síðan. Já. Að þá voru til dæmis hofgeðjur, geðjurnar Ístar, að þetta voru þá einstaklingar sem að voru hefðu fengið úthlutað karlkyni við fæðingu en lifðu allt sitt líf sem konur. Já. Og Ístar sem að var tilbeðin í 2 til, svona 3.000 ár og það eru ennþá svona trúarhópar í Miðausturlöndum sem að svona aðhyllast þessa trú sem er stundum kallað Anunnaki og þannig að þú veist þá var transfólkið talið heilagt á Indlandi. Hyrja á Indlandi voru transkonur sem hafðu það hlutverk að vera oft ljósmæður og þær hafðu það hlutverk að sjá hofinn, það er að segja fyrir alls konar guði og meðal annars sáu svona munaðleysingahæli. Hæli er náttúrulega ekki fallegt orð, en svona heimili fyrir munaðleysbörn og götubörn og voru taldar heilagar alveg þangað til Bretarnir tóku yfir Indland og Pakistan og þá breyttist það breyttist allt með nýlendustefnunni og þessi hugmyndafræði að bara þessi 2 kyn að í sögulegu samhengi er hún tiltölulega bara 9 nálinni. Já. Meiri segja í svona trúabókum gyðinga þar að segja þá viðurkenna þær 7 kyn. 7? 7. Já. Og kyn eins og það fer alveg líka eftir tungumálinu. Hugsun og tungumál fer alveg saman og hvaða hugmynd þú færð í kollin þegar þú segir orðið kyn. Á ensku er þetta sagt sex og gender. Hérna er bara oft talað kyn og þá er bara átt við eitthvað eitt. Við höfum notað orðið kynvitund
því að sko að þetta þannig að vissulega líffræðilega fjölbreytileikinn líka mjög stór og til dæmis geta einstaklingar sem eru með XX litninga að þeir geta að því að þeir eru með gen sem heitir SRY að þá þróast þeir sem karlmenn og geta orðið feður og lifa bara allt sitt líf sem karlmenn og veit ekki að þeir eru með XX litninga og það nú bara þannig að það frekar dýrt að skoða litninga á hverjum einastu mannesku og þannig að við vitum ekkit í raun og veru hvað stór hluti sem sagt með líffræðilegan fjölbreytileika. Við vitum að það sem kalla intersex í daglegu tali eru þeir einstaklingar sem eru með ódæmigerð kyneinkenni og þeir eru 1,7% af mannkyninu. Þeir eru jafnstór hópur og bara þú veist þeir sem fæðast með blá augu og rauðhærðir. Og og það var áður að börn sem fæddust með ódæmigerð kyneinkenni foreldrarnir völdu fyrir börnin fyrirfram og síðan kannski ólust börnin upp og þjáðust að því þau voru það var valið vitlaust fyrir þau og þess vegna notum við þetta orð úthlutað kyni við fæðingu vegna þess að þú getur ekki horft inn í hugan á hverjum og einum og séð nákvæmlega hvernig viðkomandi alveg eins og þú getur ekki séð við fæðingu hvort að viðkomandi örvhentur þú getur ekki séð við fæðingu hvort að hann eða hún með einhverfu svona taugafræðileg frávik frá heildinni hafa ekkert minna vægi heldur en heildin og í náttúrunni eru alls konar frávik þetta leið rauninni náttúrunnar móður náttúru til þess að þróa sig áfram og sko ég á frænku sem 73 ára þegar hún var í skóla, hún örvhent og ég var son sem örvhentur en hún skrifaði lengi og borðaði með hægri að því hún var nýtt til þess í skóla hún ekki eldri en þetta meðan við vorum að neyða börn sem voru örvhent að skrifa og borða með hægri hendinni og þá var notað alls konar afsakanir sömu afsakanir og hafa verið notað fyrir að transfólk sé svo hræðilegt að þú veist að þetta var bara ílska, þetta var á móti guði þetta var ónáttúra og alls konar svona mjög fáraleg og rök sem voru bara rökleysa og það ekki lengri síðan og þá var talið að 1-3% mannkyns væri örvhent núna bara mjög fljótlega eftir að við hættum að vera svona mannþroska að níðast á börnum sem voru örvhent þá raukut upp í milli 12 og 13% það kringu 13% í dag og síðan náðu það jafnvægi það sama gerist með allt sem bannað og þvingað og að þú veist leið og það hætti að vera þvingað og bannað og bölvað þá náttúrulega aukning vegna þess að það fleira fólk sem bara hefur upplýsinguna það uppgötar fyrir hvað það og hvernig það og hvað það en samt sem aður þrátt fyrir að það sé aukning þá ekki talið nema að það sé svona frá 0,2 og upp í 1% eftir samfélagum af transfólki í heiminum þú veist, öllum heiminum og það að það skuli vera að eyða svona miklu púðri í að ráðast á minnihlutahóp sem faktískt séð minni heldur en þú veist, rauðhært fólk þú veist, bara helmingurinn á rauðhæru fólki hefur hugsað út í það hérna á Íslandi til dæmis transkonur 0,2% að það segir sig bara sjálft þú veist, við erum ekki nóg það bara engin nóg neinstar, þannig akkur verið að ráðast á okkur það vegna þess að alltaf þegar stjórnmálamenn og ég hef sagt þetta áður hér og annar staðar alltaf þegar stjórnmálamenn hafa engin svör við
svona aðkallandi vá og vandamálum í þjóðfélaginu, þá finnar bara blóraböggul. Þeir gerðu þetta í 1933 í Þýskalandi. Þeir byrjuðu á því að brenna bækur ráðast á Magnús Hirschfeld stofnunina, sem var stofnun sem rannsakaði meðal annars fjölbreytileika kyns og kynvitundar og það voru fjölda aðgerðir á milli 1920 og 30 í Þýskalandi kynstaðfestandi aðgerðir gerðar. Síðan var þessi tækni flutt til Danmerkur og víða annars staðar, en þau sem að dó ekki í útrýmingabúðum nasista, sem voru kynsegin og hinsegin og trans, að þau flúðu náttúrulega eins og allir aðrir. En sagan bara þurrkaði þetta fólk út lengi vel, að því að stærsti hópurinn sem að lendi í því að fara í útrýmingabúðir voru gyðingar. 6 milljón gyðingar sem fóru í útrýmingabúðir, og nú þegar þú veist, sama öfga hægra fólkið að segja að það sé kjaftaði. Þau eru að mótmæla því, þó að það sé engu síður staðreynd, en það var líka aðrir. Það var samkynhneigt fólk. Það var fólk sem að skilgreinir sig sem hinsegin en ekki samkynhneigt. Það var transfólk, það var kynsegin fólk, það var rómafólk. Það var allt svona, og eflaust örvendi líka. Þannig að þetta er nákvæmlega sama, og þessi fasismi, hann gengur í hringi og kemur upp aftur og aftur þegar ríkisstjórnir eða svona pólitíkin í hverju landi eða heiminum ræður ekki við aðkallandi vandamál, og vandamáli sem við stöndum frammi fyrir í dag er risastórt og það er náttúrulega hnattlínun. Og hverjir eru fyrst og fremst ábyrgir fyrir hnattlínun? Það er ekki almenningur. Við erum ábyrg fyrir cirka 5%. Þrátt fyrir, segjum að við séum öll á bíl, þá er það 5-7% sem að ábyrgin liggur hjá okkur. Restin liggur hjá stórfyrirtækjum, olíufyrirtækjum og alls konar fyrirtækjum sem að nýta sér olíu á einn eða annan hátt. Þú veist, jafnvel þeir sem framleiða rafmagnsbíla, þeir eru að flytja íhlutina með olíuskipum fram og tilbaka. Þannig að þú veist, það er ekki trengt að vera á rafmagnsbíl. Þú veist, líka þegar raforkan er framleitt eins og víða hvar í Suður Afríku, 90% af raforkunni er framleitt með kólasalla. Þannig að þá ertu bara kólabíl. Já, og ef það er hluti af hægri flokki sem talar fyrir hagvexti umfram öðru sem margir vita er ósjálfbær náttúrulega til framtíðar, þá kann að vera freistandi einmitt að finna svona blóraböggul eins og þú nefnir. Já, vegna þess að sko það hættulegasta sem að gerist gegn svona valdstjettum, hvort sem að núna er, þú veist, einu sinni voru það lensherrar sem að réðu lögum og lofum, og síðan eru það í dag stórfyrirtæki sem eru reyni með bara stjórnmála fólk í vasanum meira og minna. Þeir kosta barátuna þeirra, fjármagna ákveðna alþykismenn hingað og þangað. Og þessi stórfyrirtæki að þau eru ábyrg fyrir einhverjum hluthöfum og það er þeirra skylda sína fram á hagnað. Við búum á einni plánetu og auðlindir okkar eru takmarkaðar. Það er ekki þannig, sama hvað fólk segir, að þegar við erum búið með þessa plánetu þá förum við bara yfir á næstu. Og ég meina, ekkert dýr haga sér svona. Kannski vírus eða baktería haga sér svona, en ekkert dýr haga sér svona. Þannig að þessi græðgi er að fara með mannfólkið og við þurfum þetta ekki allt. Við getum haft það bara mjög gott og það er bara margar rannsóknir sýnt það og starffræðingar sýnt fram á það að bara ef að heimurum myndi hætta hergagnaframleiðslu, ekki leggja niður her eða hætta að nota vopnin sem eru með, bara hætta hergagnaframleiðslu eins og hún er í 1 ár og nota peningin í svona mannúðlega eins og uppræta fátækt, virkja og hreinsa vatn og brunna og fleira. Það er þetta útrýma fátækt í heiminum á 1 ári.
Ég hefði átt að biðja þig að vera hérna fyrr í dag þegar ég stóð fyrir umræðum umhverfismál og með 3 sérfræðinga. Það sem þú ert að segja núna finnst mér eiginlega toppa allt það sem kom frá mér á sérfræðingunum. En ég ætla að biðjast bara afsökunar á því að mér hafa vorið ábótavant í kynningunni. Nei, mér finnst þetta bara smá fyndið. Ég hef aldrei verið kynnt svona því að þú veist, ég á börn og ég kennari og ég bara manneskja og bara trans bara eitt af því. Já, og kynvitund þín eða sem sagt þitt kyn, það skilgreinir þig ekki sem mannesku með nokkrum hætti. Nei, ekkert frekar en þú veist að það sé eitthvað merkilegra að vera eitt kyn heldur en annað. Og það það sem að náttúrulega feminismin gengur út á. Hann gengur ekki út á að konur sé aðri en menn. Nei. Hann gengur náttúrulega út á það að við búum við jafnrétti og við stöndum jafnfætis. Ástæða fyrir því að það var sett reglugerðir þar sem að fyrirtæki og stofnanir þurfti að vera með kynjakvóta var að þessu við sáum fram á að þetta yrði ekki sjálfbært. Það tilhneiging fyrirtækja og það tilhneiging stofnana að ýta undir karllæga stjórnun. Því að það eru kallar og þeir vilja fá aðra kalla og og það eimir að þessu allstaðar. Og ef það ekki einhver svona kynjakvóti og það þarf að vera á fleiri stöðum kvikmyndaiðnaðurinn, ég sem leikkona og sem átuleikstjóri unnið mikið í kvikmyndaiðnaðinum það allar svona konur sem eru leikstýra og gera bíó, það segja að það taki svona 2 sinnum lengri tíma jafnvel 3 sinnum lengri tíma fyrir þær að fá verkefni fjármögnuð á við karlkyns leikstjóra. Það segir svona sögur. Já, pluss að bara alls konar sögur og annað eru sagðar en bara brot sagt af hinsegin fólki. Við sjáum okkur eiginlega aldrei í sjónvarpinu og ef við sjáum okkur í sjónvarpinu þá fara þessi sömu miðflokksmenn og fylgjendur þeirra að kvarta og kveina eins og þessi heimsendir að því að þú veist að Jói á 2 mömmur en þeir veist ekkit að því að sína bara ofta tíðum á bara þú veist líku við barnatíma gagnkynhneigð pör vera að kyssast og kjassast og hvað eina en ef að samkynhneigt par helst í hendur þá allar allt koll að keyra. Þetta náttúrulega það sama erum við að sjá í transumræðinni þegar þau segja ekkert barn trans. Málið að vísindin eru nær því að útskýra akkur við fæðumst trans heldur en akkur við fæðumst örvhent. Og þetta taugafræðilegur frávik. Þú veist, kynvitundin heilafræðileg og alveg eins og við erum einhverf eða með ADHD eða örvhent að þá fæðust við trans, við verðum það ekkert. Þetta ekki þannig að við ákveðum að verða. Eina sem við ákveðum hvenær við ákveðum að gefast upp fyrir okkur sjálfum. Hvenær við metum það svo að það betra að lifa við þessa fordóma og þessar árásir og þetta hatur heldur og vera við sjálf heldur en að vera kapna bara inn í skápnum. Og mörg okkar komast ekki út. Mörg okkar deyja inn í skápnum. Ég hef átt vinkonur sem voru með annan fótinn úti og voru búin að vera rembast við að vera þær sjálfar og gáfust upp út af fordómunum fáfræði. Það engin ekkert mengi sem að hefur jafn mikla svona sjálfsvíðstíðni eins og transfólk. Það 50%, 47-48% sem hafa reynt eða framkvæmt sjálfsvík. Og það ekki vegna þess að það eitthvað slæmt að vera trans. Veist, ef þú farið heilbrigðisþjónustu við hæfi, ef þú farið skilning og virðingu sem hverjum manneskja, það bara ekkert verra að vera trans en að vera sís. Og það ekkert verra, frekar en það verra að vera samkynhneigður heldur en gagnkynhneigður. Frekar en það verra að vera örvhentur en réttendur. Þetta snýst fordómann í samfélaginu og fáfræðina. Og þegar stjórnmálamenn
og ég tala ekki ungir stjórnmálamenn sem ætti að vita betur, að að ýta undir hatur, þá spyrir maður sig akkurri, hvað græðar á þessu? Eru þeir að reyna að fá einhver ódýr atkvæði frá fólki sem reitt og það getur verið reitt út af alls konar hlutum, en það bara ekki transfólki að kenna ef að það hefur á einhvern hátt ekki fengið það sem það viljað. Alveg eins og við erum að kenna börnunum að bera ábyrgð á okkar eigin hegðun, bera ábyrgð á því hvernig manneskjur við erum, hvernig við komum fram með aðra, að reyna að vera besta útgáfuna sjálfum okkar, að sýna öllu fólki, sama hvað það gerir, virðingu, og það sé engin munur á því hvort að fólk sé, þú veist, skólastjóri eða ræstingaraðili, það ber að sýna öllu virðingu, að fólk sem svona reitt, það búin að tapa allir í virðingu, bæði fyrir sjálfum sér og öðrum. Og það að leita að einhverju til þess að geta verið reitt út í, en það þarf kannski að horfa svolítið á sjálfan sig og vinna í sjálfu sér og fá hjálp, því að þú veist, þetta fólk klárlega þarf hjálp. Sko, nú hefur þú nú þegar náð að nýta þetta tækifæri að ég býðir hér að þessu rauða umræðuborði vegna skrifa Snorra. Nú hefur þú þegar náð að snúa vörn í sókn, þú ert búin að upplýsa mig og þá sem að hlusta og horfa á okkur mál sem að mér finnst mikill akkur í, og ég nefni það vegna þess að við fjölmiðlamenn við þurfum ofta að taka ákvarðanir og erum ekkert alltaf að taka réttar ákvarðanir þegar til dæmis kemur að spurningunni hvað á að skrifa frétt og hvað ekki. Og Facebook feedið mitt, eða sem sagt vinahópurinn minn á Facebook sem fjölbreyttur og ég þekki ekki nema pínlítið brot á honum, að ekki persónulega, að sko þar hefur eins og ég nefndi í inngangnum svolítið komið fram sú rödd að fjölmiðlar eigi bara ekki vera að hafa eftir svona íhaldsamar vondar skoðanir eins og Snorra, en það pínu flókið og erfitt og varasamt sko ef þú ætlar að fara að handvelja sem fjölmiðlamaður eða blaðamaður hvað frétt, hvað var sagt og svo framvegis, þannig að ég held að flestir svona sem hafi nef fyrir fréttum þeir skrifi frétt ef maður í valdastöðu lætur út úr sér ummæli sem eru verulega orka verulega tvímælis og verða fréttnami í ljósi þess. En hver þín skoðun? Til dæmis Felix Bergsson, hann brást dálítið vel við þessu og hann setti í samhengi flugferð, hann hafði setið með bandarískri konu sem að var að ræða hvað það bara að vera kona í Bandaríkjunum væri að breytast með lítið til þess að þær þær væri með aukinni hættu að vera fyrir ofbeldi vegna þess að þar hefur náttúrulega þróunin verið með þeim hætti sem við þurfum ekki að skýra mikið, en afsakaði þessi mörgu orð og þennan langa einganga spurningunni. Allt í lagi. En sko ámar að skrifa fréttir svona ummæli? Sko alveg eins og ég segi við börnin sem ég að kenna, við höfum ótakmarkað frelsi svo framalega sem að við skerðum ekki frelsi annara. Og þegar þú ert að skrifa frelsi, þegar þú ert að skrifa fréttir, þá verður það náttúrulega að spyrja þig þeirra spurningar. Er ég með þessari frétt að skerða frelsi annara? Með því að nýta mitt frelsi sem fjölmiðlamanns, er ég þá að skerða frelsi einhvers annars? Til lífs, til hamingju, til þess að verða ekki fyrir aðkasti og hatri. Við myndum til dæmis ekki, þú veist, í dag, ég vona ekki, ef einhver var að gefa út bókina Mein Kampf í dag, við myndum ekki gera úr því stór frétt og þar með auglýsa bókina og ég vil hvetja til þess að fólk myndi lesa hana eða tileinka sér hana eða ég vil nota hana sem kennslugagn í skóla. Á sama skapi þurfum við að bera ábyrgð, alveg eins og börnin okkar læra að bera ábyrgð. Þá þurfum við sem samfélag, því að engin okkar eyland, við erum hópdýr sem treystum á hvert annað, samvinna skiptir sköpum og engin samvinna
getur leitt til góðs nema það sé samkennd og það sé ábyrgð og það sé virðing. Og ef þú skrifa frétt og hún ýtir undir ofbeldi, þá leið ertu búin að taka afstöðu með ofbeldinu, með því að einhver viðkomandi hópur verði fyrir enn frekara ofbeldi. Þannig ef þú ætlar að skrifa fréttina, þá verður, og þú vilt endilega segja frá þessu, þá verður að taka afstöðu þá gegn þessu ofbeldi. Þá verður að hafa það með í skrifanum. Því að sko fréttaflutningur getur aldrei verið að falið sig á bak við hlutleysi þegar ofsóknir að ræða. Þú getur ekki verið hlutlaus þegar þú horfir upp á það að það sem að viðkomandi að segja eða gera skerði líf og heilsu einhvers ákveðin hóps. Já, mér dettur í hug sko varandi þetta með Mein Kampf að rútíneraður blaðamaður, reyndur blaðamaður, hann myndi velta fyrir sér hver að skrifa Mein Kampf og ef það væri bara einhver svona nobody þá að sjálfsögðu er þið ekki snert á því en ef til Snorri Másson væri að skrifa Mein Kampf að þá er þið það fjallað og svo líka þessi skóli blaðamennskunar að blaðamenn segja frá, þeir segja frá en þeir eru ekki að leggja persónulegt mat á það sem þeir eru að gera en ég líka sammála að það náttúrulega verður aldrei neitt fullkomlega hlutlaus og ábyrgð fjölmiðlamanns fjölmiðlafólks er kennd í kursum ef þú leggur stund á blaðamennsku og það er svona komið aðeins inn á þetta sem að þú ert að nefna en margt af þessu er mjög flókið og fólk er mjög ósammála sé ég til dæmis þá fyrrverandi þingmaður Jódís Skúladóttir hún hefur tjáð sig það að við sem séum bara nota Facebook að félagsmiðla bara í umræðu Snorra og ummæli hans við sem á villigötum. Þannig að sko þetta nær allt frá því að það sé skylda blaðamanns og fjölmiðla að fjalla ummæli eins og þessi af því að þau séu sannlega fréttnam og svo sé það annar að taka afleiðingunum upp í það að við lesum brýningu það að meiri segja við í okkar persónulegu tjáningu ættum að láta þetta eiga sig. Það sýnir kannski margar hliðar á svona málum ekki satt. Fyrir mér það finnst mér þetta raunni sko ég er ekki blaðamanneskja þá ég sé margt það er ég það ekki en þú veist fyrir mér þá getur líf og heilsa fólks aldrei bara fallið undir skoðun. Þú getur ekki verið að halda einhverju fram sem að veldur öðrum tjóni. Þá getur alveg eins sagt, núna ætlum við bara að mæta heim til Örnu og grýta hana. Af því við erum ósammála því að hún eigi að fá að vera til. Ég hef alveg heyrt fólk segja það að ég eigi ekki fá að vera til. Ekki það að þau, sko, þú veist, ég er til. Ég bara gangandi sönnu þess að trans til ég er til og þú veist ég hugsa þess vegna ég út frá heimspekinni og ég og þess vegna ég bara lifandi sönnu þess að trans til en það er fólk sem segir ég eigi ekki að vera til og ég eigi ekki að fá að vera til og ég eigi ekki að hafa sömu mannréttindi og aðrir það er að skerða mín mannréttindi að ég minna virði sem manneskja en aðrir stundum eru þetta ábyrjandi einstaklingar í þjóðfélaginu og blaðamenn, fréttamenn þeir taka þetta upp og gera fréttur þessu áðans einu svona að tala við mig jável taka upp af fésbókinu minni eða eitthvað starf annar staðar þannig að mér finnst siðferðislega skylda okkar allra, ekki bara blaðamanna okkar allra, að staldra við og ég eini jafnvel sko með þú veist verstu og öfgafyllstu einstaklingarna sem að segja það að það ætti nú að hreinlega bara draga mútið skúr og skjóta mig að ég reyni yfirleitt alltaf að vera málefnaleg það eina sem ég hef í höndunum þegar þeir fara alveg yfir strikið að ég get blokkera þá þannig ég hvet bara öll sem að vettlingi geta valdið þegar eitthvað svona mætir og ef hann á vinnalistanum bara blokkan
En það svo hættulegt að þetta verða einu röddinar, þessi reiðu einstaklingar sem hafa ekkert, þú veist, sem get ekki unni úr reiðinni sinni, að þeir eru þarna inn á athugasemdakerfum fjölmiðluna að níðast á minnihlutahópum, ekki bara transfólki, heldur bara, þú veist, öllum minnihlutahópum, það verðist bara, þeir eru bara reiður út í allt. Þetta stundu kallað sko reiður maður öskrar á skýin og þetta bara fólk sem statt þarna og við sem að erum, þú veist, að svona reyna að svara, við erum ekki að reyna að svara þeim, við erum að reyna að svara fólkinu á miðjunni sem að þekki kannski ekki transfólk, þekkir ekki til og ef það fær bara reiðurættinar þá fer það að trúa því. Já, mitt val sem fjölmiðlamaður líka snýr á því að ég hafna að við séum að ræða einhver ógeðsleg komment sem að hafa sprottið upp á þessu. Þar hef ég val, en það kannski flóknara með fréttaflutningin. Mér langar aðeins að segja þér sko, eða já, ég bara lesa með þér nokkra punkta sem að Felix Bergsson líkur sinni góðu Facebook-ferslu á. Hann náttúrulega að sneiða að Snorra. Mér finnst rökin. Hann nefnir, mér finnst kynin bara að vera 2. Mér finnst íslenskar konur ekki eignast nógu mörg börn. Mér finnst ekki vera nein hatursorðræða eða bakslag í málefnum hinsegin fólks. Mér finnst ég vera mjög frjálslyndur. Mér finnst ég mega segja hvað sem ég vil. Svo kemur, mér finnst þú ekki mega vera það sem þú ert. Þetta dálítið áhrifamikil. Þetta þessi nagli ekki bara beint á hausinn? Jú, þetta náttúrulega það sem að fólk segir, ég má hafa skoðun. Ég má segja það sem mér finnst. Og fólk oft vitnar einhver YouTube-myndbönd, ekki einhverja ritrindar fræðigreinar. Eða það vitnar í barnaskóla líffræði, einfaldaða líffræði, alveg svo við kennum ekki flókna starffræði í grunnskóla, förum ekki, þú veist, í sínus og kósínus eða bara, þú veist, förum ekki að reikna út eins og í kjarnorkueðlisfræði í 5. bekk, að þá erum við oft með mjög svona, hvað segja, einfaldaða útgáfu af líffræði í grunnskólum. Nú sem betur fyrir eru kennarar sem kenna árið náttúrufræði og samfélagsfræði greinar að þeir eru fannir að samt að stækka mengið. Þau eru ekkert að útskýra fyrir börnunum í smáatriðum. Þau eru bara að segja að líffræðilegu fjölbreytileiki staðreynd. Hann staðreynd í náttúrunni og hann staðreynd hjá mannfólki alveg svo hann staðreynd hjá öðrum dýrum. Og líffræðileg fjölbreytileiki mikilvægur vegna þess að þannig lifa tegundir af áfram með því að þróa og prófa sig áfram. Það getur vel verið og nýja rannsóknir sýna fram á það að eilitningurinn verði ekki til eftir cirka 1000 ár. En við hættum ekki að búið til börn. Það verður bara SRY-genið sem að ræður því hvernig þú þróast og getur tengt sig við X-litninga að hann mun gera það verkum að bara sumir XX einstaklingar geta þróa með sér kynfæri karlmanns og líffæri karlmanns innri og ytri og geta átt feðra börn. Þannig að þú veist, litningar einir og sér ekki nóg til þess að útskýra það og það eru einstaklingar sem eru með XXX og XXY og þú veist þú hvaða litninga þú ert með? Ekki veit ég hvaða litninga ég er með. Við förum ekki til litningapróf. Það ekki, börn ekki sett í litningapróf við fæðingu og það eingöngu ef að útvortis einkenni eru það mikil, þá eru þau dæmd intersex. Eða að við kynþroska að það komi upp einhver ákveð vandamál eins og að þau bara breytist ekki og þá farið að skoða og þá getur verið að til dæmis að eitthvað gen sé óvirkt og þau þroskist ekki hvorki sem karl né kona. En kynvitund og líffræðilegt kyn, þó að líffræðilegt kyn sé vissulega flókið, ekki nákvæmlega það sama. Kynvitundin
tengt, þú veist, ég hugsa, þess vegna ég. Hún í huganum. Og alveg eins og það hefur sýnt að 3-5 ára börn, að þau fara að verða meðvituð sitt kyn. Þetta gerist á aldrinum 3-5. Það sama gerist hjá transbörnum. Þau fara meðvituð það að hlutinni sé ekki í lagi. Ég var rétt tæplega 4 ára þegar ég hljóp til mömmu og sagði, mamma, ég ekki í speglinum. Ég tengdi ekki við mig. Sterkt. En ég fæddist 1970 og það átti að laga mig með hörðu og með biblíunni, ég segi stundum með biblíunni í annarri hendi og bara bleið í hinni. Og það átti að berja mér homman, því það var það sem að faðir minn hélt að ég væri. Og þú veist, og þetta veldur því að maður treður sjálfum sér inn í skápinn. Maður fer að trúa því að maður sé eitthvað svona geðklofi. En það breytir því ekki að þetta innræð með þér og þú ert í stöðu baráttu. Og það ekki fyrir en þú ert raunni, þú ert algjörlega brunnin út á öllum ykkstöðum að þú bara þú vilt ekki lifa lengur. Og það á þessu tímapunkti sem að mín kynslóð oft á tíðum kemur út og oft miklu seinna. En ef að við hefðum búið við sömu þekkingu og börn í dag, þá hefðum við verið að koma út sem börn. Það hefði verið tekið á móti okkur sem börn, því að transbörn eru vissulega til. Og það sem við erum að gera, þú veist, sem erum að berjast fyrir réttindi transfólks, þegar fólk eins og Snorri Másson segir láti börnin vera, þá segir ég bara láti transbörnin vera. Vegna þess að þið eru að skapa þeim áratuga þjáningu með því að leyfa þeim ekki að vera það sem þeir eru. Þú breytir ekkit sískynja barni sem ekki trans, í transbarn. En þú breytir líka ekki transbarni í sís. En með ofbeldi, andlegu og líkamlegu, getur þú neitt þetta transbarn til þess að búa inn í skápnum í sjálfsökun og skömm og vanlíðan, jafnvel á endanum tekið sitt eigið líf, áratugum saman. Það það sem að þetta fólk vill gera. Það vill neyða transbörn inn í skápinn. Heyrðir ekkert afleiðingar þess? Ekki neitt. Og þau telja sjálfum sér trúum að þau séu að gera það réttaðu stöðinni vegna þess að það það sem við köllum forréttindablinda, að þau miða út frá sjálfum sér. Þau miða út frá sínum sannleika og þau segja ég og mér, þú veist, mér finnst og ég trú ekki. Nei. Og akkur ekki, vegna þess að þau sjálfur ekki trans. Og kannski miðaðu orðræðu sína að einhverju leiti við bara markashóp, bara hluta þessa fólk sem þú ert að tala þetta reiða fólk sem kannski finnur fyrir ein vanmætti í gagnvart einhverju og bara velur að sameinast að hafa illa skoðun og vonda skoðun, hata eitthvað ákveðið. En annað sem ég langar að spyrja þig út í, það af því þú nefndir biblíuna og þína eigin bernsku og pappaðinn. Þekkirðu það? Þeir sem að ganga lengst í málflutningi með auðvitað kynni bara 2 og berjum homman og þessum og allt það, yfirleitt stutt í einhvers konar biblíu eða einhver trú? Eru menn mikið að skáka í skjóli trúarinnar þegar þeir eru að viðra vondar og hættulegar skoðanir? Það náttúrulega, þú veist, eins og með allt annað, þá ekki þetta alhæfa. Og þetta reiða fólk sem ég kalla, að það reitt af mismundi ástæðum en sum þeirra, þau nota biblíuna, alveg óspart og þau koma með þau búa til sinn sannleika því að Jesús sagði ekki neitt transfólk, bara ekki neitt og Jesú, hann talaði aftur á móti að koma vel fram við annað fólk, hann talaði virðingu, hann talaði kærleik, hann talaði aldrei að beita annað fólk ofbeldi. Það hefði væntanlega verið í hans karakter að tala mjög vel transfólk ef hann hefði vikið orðið að því samanber annað í hans viðþórum, ekki satt? Ég meina, þú veist, lærisveinar hans voru allir týndir í því sem það voru að gera og leituðu til hans. Þeir voru mjög leitandi. Þeir voru að leita að
að einhverju öðru. Þeir höfðu þörf fyrir eitthvað annað. Besta vinkona hans var kynlífsverkakona. Þannig að þú veist, hann var svo langt í frá að vera fordómafullur sem skal verið. Þessi einstaklingur og þegar fólk að vitna í hann og hann hefði ekki viljað þetta þá hefur fólk bara ekki lesið sér til pluss að bókstafstrú að við þurfum að gera okkur grein fyrir því að að þetta eru margar þýðingar úr alls konar frumtextum það er ennþá bara að finna svona týnda frumtexta eða frumtexta sem að jável kaþólska kirkjan hélt leyndu að því að það hentaði þeim ekki og allavega hennar það er ekkit ein bók sem er allur sannleikurinn en kjarnin í þessari trú og reyndar mjög mörgum öðrum trúarbröðum er kærleikur virðing, ábyrgð og en ekki hatur og ofbeldi. Og þess vegna er það að ef að fólk er að nota trú til þess að beita ofbeldi, þá er það algjörlega á villigötum. En fólk því miður hefur gert það og er að gera það ennþá dag í dag. Já. Svona í lokin, Arna, við getum dregið saman málflutning manna eins og Snorra kannski í það að því er hafnað að allir skuli njóta mannréttinda. Er það ekki? Já, það er, þú veist, ef að þetta er það sem hann trúir og þetta er hans sannfæring, þá í sinni sannfæringu og krafti sinna forréttinda, þá finnst honum að sumt fólk hafi rétt á ákveðnum mannréttindum og annað fólk ekki. Og það, ef að þú ert á þessum stað í lífinu, þá getur þú varla kallast gott fólk. Nei. En kæra þakkir fyrir að koma og bregðast við þessum spurningum. Ég held að rættin sé okkur afskaplega þýðingamikil og ég er mjög þakkláttur fyrir þessar 40 mínútur sem við höfum átt hér saman. Og kæra þakkir fyrir mig. Takk hérlega. Og ekki fara langt, kæru hlustendur, við höfum ekki sagt okkar síðasta orð hér við Rauðaborðið eftir andartak heldur dagskráin áfram. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.